því að Krabbameinsfélagið þetta síungt félag, það að reyndar að verða 70 ára á þessu ári, en hvílir á gömlum grunni og margir tengja Krabbameinsfélagið fyrst og fremst við skimanir. Og satt að segja eru margir sem að halda það sé eina starfsemin sem að Krabbameinsfélagið sinnir og kannski það ekki svo skrítið af því að hingað hafa bara undanfarin ár og áratugi komið svona 2000-2500 konur í hús í hverjum mánuði vegna skimana. Þannig að það eru þetta mjög margir sem þekkja félagið fyrir það. En starfsemin hins vegar miklu umfangsmeiri og við í raun og veru lýsum því þannig að við látum okkur allt varða þegar að krabbamein eru annars vegar. Við sinnum hagsmunagæslu, við sinnum forvörnum og fræðslu, við erum með ráðgjafaþjónustu allt land og stuðning. Við sinnum heilmiklu rannsóknarstarfi, bæði sjálf og með því að reka stóran vísindasjóð. Við eigum íbúðir fyrir fólk utan að landi og fleira. Ég geti haldið áfram lengi. En svo erum við líka, stöndum við svo vel að einmitt ekki síst vegna skimananna, þegar það var verið að hefja þær sem að Krabbameinsfélagið hafði frumkvæði að þá voru stofnuð aðildafélög út allt land sem að höfðu fyrst sinn hlutverki að gegna einmitt varðandi skimanirnar og svo hafa komið til önnur félög seinna eins og Kraftur til dæmis sem að félag unga fólksins, Framför sem að félag karla sem hafa fengið blöðruhálskirtilskrabbamein og Brjóstaheill sem félag kvenna sem hafa fengið krabbamein í brjóst og fleira má telja. Þannig að starfsemin fjölþætt, miðar að því að komi veg fyrir að krabbamein bara myndist með forvörnum, komi veg fyrir dauðsföll, vinna bættri meðferð og slíku og svo náttúrulega bara aðeins bættum lífsgæðum. Þetta svona stuttumáli. Þetta flott, mikið hlutverk og mikilvægt. Og þá það hjá ykkur, Elín Sandra, þið meitt svona eins og Halla nefndist, þið takið þá einhvern ákveðinn málaflokk og farið með hann lengra. Já, einmitt. Kraftur sem sagt eins og Halla segði aðildafélag Krabbameinsfélagsins og í rauninni stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur og það eru árlega 70 ungir Íslendingar sem greinast með krabbamein og kannski okkar hlutverk að veita jafningjastuðning sem skiptir rosalega miklu máli. Við erum líka með neyðarsjóð því að ungt fólk oft með miklar fjárhagslegar skuldbindingar og snertir þá illa að þurfa að fara að vinnumarkaði. Þannig að við veitum styrki til félagsmanna okkar sem þurfa á því að halda. Við erum líka með minningasjóð þar sem við veitum styrki fyrir útförum fyrir félagsmenn okkar sem falla frá sökum krabbameins. Og við í samstarfi við Krabbameinsfélagið erum við með sálfræðiþjónustu og líka að gæta hagsmuna okkar hóps og vekja athygli á málefnum ungra krabbameinsgreindra í samfélaginu í dag. Þannig að í svona grófum dráttum það okkar. Þetta sannarlega mikilvægt og þetta það stór málaflokkur að það eru margir að koma að. En við förum það aðeins yfir þessar breytingar sem átt sér stað. Við getum aðeins lýst því, Halla kannski, að með skimanirnar, hvað hefur breyst og þið sem þessi hagsmunaaðili hafið haft svona skoðanir á því hvernig svona breytingar farið fram og þó að þessi kannski ekkit óeðlilegt að sé breytt frá því að Krabbameinsfélagið kemur svo stað einhver annar taki við hlutverkinu en ykkur ekki sama hvernig það gert. Nei, það hárrétt og það eru þetta þannig með mörg verkefni sem að félagasamtök hér á landi hafa haft frumkvæði í gegnum tíðina að þau færast svo til hins opinbera þegar að það alveg ljóst að þau eru bara orðin fastur hluti af einhvers konar opinberri þjónustu. Krabbameinsfélagið hefur haft frumkvæði að fleiri slíkum verkefnum heldur en skimuninni. Heimahlynning Krabbameinsfélagsins var til dæmis fyrsta líknarþjónusta í heimahúsum og enginn myndi setja spurningamerki við þá þjónustu í dag.
sem núna á hendi Landspítala. En sko Krabbameinsfélagið hóf skimunina 64 og 87 og hefur í mörg ár sko sinnt skimuninni sem verkefni á þjónustusamningi við sjúkratryggingar. Þannig að Krabbameinsfélagið hefur fengið greitt frá sjúkratryggingum fyrir að sinna þessu verkefni. Bak við verkefnið, verkefnið hefur samt byggt á sko þjónustusamningi og kröfulýsingu, þannig að það eru heilbrigðisyfirvöld sem að segja hverja á að skima, fyrir hverju á að skima og hvernig á það að vera. Og hérna hjá félaginu þá hefur í raun og veru allir verkþættirnir verið á sama stað, en með ákvörðun ráðherra í mars 2019 að þá hún tekur ákvörðun að færa verkefnið inn á opinberar stofnanir og leið því deilt upp á margar hendur. Og það auðvitað býsna flókin framkvæmd og ég held reyndar að hún hafi verið verulega mikið flóknari heldur en að fólk gerði sig grein fyrir. Þannig að það hefur svona, hvað var að segja, gert hlutina kannski svolítið erfiðari heldur en þeir hefðu þurft að vera, en það sem að við höfum verið að leggja hvað mesta áherslu á, það að sko skimun fyrir krabbameinum eitt af svona stærstu lýðheilsu verkefnunum sem eru í gangi. Þarna heilli þjóð, að vísu bara kvenþjóðinni, boðið upp á skimun. Markmiðið að lækka dánartíðni af völdum sjúkdómanna hjá þjóðinni og þegar þjóðin annars vegar, þá verður að tala við þjóðina. Þjóðin verður að vera með. Akkurat, og það kannski þá tvennt sem ég tek út úr þessu að það þessi heildarsýn til þess að nýta þá skimanirnar ekki bara til þess að greina hverju eina konu, heldur líka til þess að fá frekari upplýsingar í rannsóknir og fá einhverja niðurstöðu stöðumála og svo líka hvernig verkefni undirbúið til þess að tryggja það að allar þær upplýsingar sem þið hafa verið að safna og allir þeir verkferlar sem þið hafa komið upp, að það haldi óbreytt áfram. Hvað segir þú, Elín Sandra? Þínu félagsmenn með mikla áhyggjur af þessu og hafið þið fundið fyrir þessum hnökurum með þessa yfirfærslu? Það sem kannski snertir okkur náttúrulega mest, það eru breytingar á skimunaraldrinum. Ég held að okkar félagsmenn óttist ekki að þetta fari frá Krabbameinsfélaginu yfir til ríkisins, en það skimunaraldurinn sem í rauninni bara slær mína félagsmenn. Þannig að fólk búið að vera bæði sorgmælt og reitt yfir þessu. Og hvernig var eitthvað samtal við ykkur eða var einhver aðdragandi fyrir ykkur eða hvernig upplifið þið þessar breytingar á þessum aldri? Sko, við fengum rauninni bara tilkynningu þetta þegar þetta var birtist á vef heilbrigðisráðuneytisins, þegar rauninni ákvörðunin tekin, þannig að sem okkur fannst kannski óþægilegt að þetta hafi ekki verið kynnt betur, og ekki bara fyrir okkur, en fyrir konum. Akkurat. Og hvað segir alltaf? Nei, ég ætla að segja sko, þessi breyting sko, þetta hefur verið rætt áður sko. Hver á aldurshópurinn að vera? Og það auðvitað sko, eitthvað eins og þú sagðir að við höfum nefnt að það ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að sé gerða breytingar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að ræða skimunina sko reglulega. Hvaða árangri við að ná? Hvernig stöndum við okkur miðað við aðrar þjóðir? Ástæða til að breyta? Ástæða til að breyta aldurshópum? Hvað segja nýjar rannsóknir okkur? Eigum við að fara neðar í aldri? Eigum við að hækka? Þú veist, það getur verið alls konar breytingar. Og svo geta náttúrulega líka beinlínis verið breytingar sem að segja okkur að við eigum að fara að skima fyrir nýjum sjúkdómum. Og þar höfum við til dæmis ekki staðið okkur hér á landi og varðandi ristilskimun, sem mál sem við ættum að gefa okkur smá tíma til að ræða á eftir, því að það mjög brýnt sko.
En þetta hefur verið rætt áður með breytingarnar á aldursognum í sambandi við brjóstin. Íslendingar hafa skorið sig úr ásamt nokkrum öðrum þjóðum, meðal annars Svíum. Svíar eru ein Norðurlandaþjóðanna sem hefur skimað frá fertugu. Og og ég ætla ekki að útiloka það geti verið forsendur fyrir því að breyta, en það verður að tala við fólk, segja því hvaða forsendur þetta eru, hver er ávinningurinn sem á að ná og svo framvegis og svo framvegis. Það er bara alveg frumforsenda. Það kannski þá sem að snertir ykkur, Elín, Sandra, að ef það á að gera breytingar, að þá verður við kannski að vita það hverju skila breytingarnar. Og eins og Halla kom inn á, eru þá kannski einhver fleiri krabbamenn sem að þínir félagsmenn að fá, sem að eru ekki skimanir, þannig að þegar við ræða eina breytingu, að það sé þá til þess að byrja að skima fyrir ristilkrabbamein eða eitthvað, þannig að sé ekki verið að þannig að við erum að færa þá starfskraftana eða fjármagnið eða hvað það sem ræður þessu frá einni skimun yfir í aðra, ekki bara stytta. Ristilskimanarnir, það verður bara eldri hópurinn skimaður líka. Og það sem mig langar kannski að segja varðandi árangurinn af skimunum fyrir yngri hópinn, að þá eru töluvert margar konur á þessu aldurspili, 40-49 ára, sem eru gripnar í skimun. Og jafnvel konur sem eru bara, að fara í svona fyrstu skimun, 40 ára gamlar, og þær eru komnar með mein sem þær eru alveg grunlausar og við erum með nokkur nokkur mörg dæmi konur sem eru með mein sem að þeir myndi ekki finna fyrir, með þreifingu, því það liggur þá bara það innanlega í brjóstinu. Konur sem eru jafnvel komið með mein í eitlana líka, en brjóstakrabbamein ferðast þannig að þeir yfirleitt úr brjóstanum og svo sýkjast eitlarnir í hólhönd og þaðan getur það farið þá, hvert sem í heila, í bein og lungu og lifur og þannig að en hvert var ég komin? Já, við vorum að tala Þú varst að tala fjöldan, sem að greinir árangurinn, já. Árangurinn. Þannig að þessar konur séu gripnar, mér finnst þetta vera gríðarlega góður árangur. Og þetta eru konur sem myndu þá jafnvel ekki greinast fyrir en 10 árum seinna, eða þegar þær finna einkenni og einkennin geta jafnvel verið einkenni af meinvörpum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt í samhengi við þessar breytingar að ræða þennan árangur af skimunum. Það er svona fyrir mér stóra atriði í þessu. En einhver hætta af skimununum að konur komið síður vegna einkenna að því þær voru skimaðar eða þær séu bara að bíða eftir að þau opinbera kalla eftir skimun og þess vegna fara þær ekki þegar einkennin koma? Því að ég hef heyrt það svolítið umræðinni að það sé hægt að svona bæði þetta að þær komið síður út af þessari skimun og svo líka einmitt að takmarkað starfsfólk sé nýtt í þessar skimanir þegar það ætti kannski að vera skima annað. Ég get alveg talað af reynslu því ég sjálf greind með brjóstakrabbamein, 39 ára og fann hnút í brjóstin á mér sjálf og þegar þú finnur hnút í brjóstin á þér, þá bara lætur skoða það. Ég held að konum sé alveg treystandi til að taka ábyrgð á eigin heilsu og láta skoða þessi eða finna eitthvað sem grunar sé einkenni krabbameina. Þannig að mér finnst þetta ekki vera rök sem halda vatni. Það er mín skoðun. Það eru náttúrulega það má leiða líkur að því að það séu 10 brjóstakrabbamein sem greinast í skimun hjá konum á aldrinu 40-49 ára. Svo er slatti af meinu sem greinist fyrir utan skimun, bara af því að konur finna það sjálfar. Og það eru umræðan hefur aðeins snúist ofgreiningar, að það sé verið að greina mein og veita meðferð á við meinum sem að kannski hefði ekki þurft að veita meðferð við. Auðvitað það umræða sem á alveg rétt á sér, en vandinn að við getum ekki greint þarna á milli.
Við höfum ekki tækni í dag sem getur sagt hvaða grein eru of meðhöndluð og hver ekki. Og það á ekkert bara við í þessum yngri hópi. Það langt frá því, sko. En talandi tolefni og svo aðferðafræði. Í þessum tveimur krabbameinum brjósta og legháls, skímunum, er tæknin sambærileg, þetta sitthvor aðferðafræðin ef ég skil þetta rétt og hefur verið einhver tækniframför og kannski tækniframförin þannig að sé verið að sem sagt mögulega greina sem að því að tæknin er farin að sjá meira í brjóstunum heldur en áður og annað slíkt, sko, valda það óþarfa áhyggjum eða slíkt. Það sé verið að greina of mikið? Já, að því að ný myndatækni hún skynjar miklu meira. Ég held reyndar, og nú ég ekki röntgenlæknir þannig að, og við Elín hvorug, þannig að við erum nú ekki bestu sérfræðingarnir í því, en ég held nú reyndar að framfarirnar í myndatökunum sé ekkert ógulega miklar. Þetta eru bara fyrst og fremst röntgenmyndir. Það sem að hefur aðeins verið rætt að brjóst eru ekki alveg eins, þau breytast eftir aldri og það sko yngri konur eru frekar kallaðar inn til frekari rannsókna án þess að það reynist svo vera krabbamein. Og það hefur verið gert töluvert mikið úr þessu að þetta geti skapað mikið álag. Ég held að ég ætla svo sem ekki að fullyrða það, ég ætla ekki að efast þær rannsóknir, en ég hef líka farið með konu í rannsókn sem var kölluð inn í svona viðbótar rannsókn og sem reyndist svo vera algjörlega óþörf og sú kona var nú fyrst og fremst glöð og ánægð með að það var ekkert frekar heldur en að vera svekkt yfir því að hafa lent í rannsókninni. En mér langaði svo að bæta við Vilhjálmur í sambandi við þetta og það sem að Elín var að nefna, ef maður finnur hnút þá fer maður auðvitað bara í skoðun. Og það hefur sko, skimun svolítið flókið fyrirbæri. Auðvitað bara, við förum venjulega til læknis eða í einhverja, nýtum okkur heilbrigðisþjónustu þegar eitthvað að okkur og það hefur svolítið heyrst í umræðunni. Ef maður með hnút, auðvitað fer maður þá bara, auðvitað maður þá að fara í skimun. En það ekki þannig, af því að skimun rannsókn á heilbrigðum konum, á heilbrigðu fólki, einkennalausum, þannig hún í eðli sínu, til þess að finna eitthvað sem þær hafa I found a few locations for. Fyrirgefðu þig? Til þess að finna eitthvað sem að konurnar hafa ekki fundið. En svo finnst heilmikið, það eru heilmikil einkenni frá brjóstum utan við skimunina og þá verða konur að eiga gott aðgengi að viðeigandi þjónustu og þar hefur okkur svo sannarlega skort á að þjónustan sé nægilega góð. Og sú þjónusta, hún dreifð landið, hún bundin við einhver ákveðin svæði bara eða ákveðin, það bara Landspítalinn eða hvernig sjáu þessa þjónustu fyrir ykkur? Sko, kerfið á því þannig að ef við Elín finnum hnút í brjósti núna, þá eigum við að fara á heilsugæsluna og svo fáum við tilvísun þaðan, ef það talin ástæða til, þá fáum við tilvísun þaðan til Landspítalans, til brjóstamiðstöðvar Landspítalans sem framkvæmir þá frekari rannsókn. Og Landspítalinn hefur borið alfarið ábyrgð á því verkefni frá áramótunum 2016-17 og það hefur bara ekki gengið nógu vel. Þannig allt of löng bið. Það getur verið alveg upp í 5-6 vikna bið. Og hvernig upplifir þið þetta? Ég verð að taka algjörlega undir með Höllu hér. Þetta hefur verið alls ekki nógu gott. Og talandi það, þegar að kona finnur hnút í brjóstinu á sér og þarf að bíða í margar vikur eftir að fá tíma í sérskoðun, að það andlegt álag. Og í rauninni bara finnst mér alveg boðlegt og ekki boðlegt. Og leiðbeiningar, evrópskar leiðbeiningar gera ráð fyrir hvað þetta, 5 daga. Já. Þannig að þetta eitthvað sem verður bara að laga og þetta verður bara að laga sko bara núna. En hvað, yfirflutningurinn til
Landspítalans og heilsugæslunnar á skimununum, getur það aukið á þennan biðtíma eða er þetta ekki tengt? Eða? Ég ekkert viss endilega að það þurfi að tengjast, sko. Það ég ekkert viss Þetta bara ástand sem búið að vera núna í býsna langan tíma. Í október 2000 og, nú verð ég að hugsa, það 2021 núna, í október 2019, þá var málþing á vegum krabbameinsfélaganna í bleikum október, þar sem var ákveðið að skora á framkvæmdastjórn Landspítalans að beita sig fyrir því að þessu yrði kippt í liðinn. Ári seinna var staðan bara nákvæmlega sú sama, því miður. Ég veit að það hefur auðvitað í þessari þjónustu reiðir Landspítalinn mjög mikið á erlenda sérfræðinga sem að koma hingað og vinna í svona kúfum, hálfgerða verktíðarvinnu í raun og veru, sem auðvitað heldur ekki nógu gott, sko, langt frá því, en auðvitað hefur COVID sjálfsagt þvælst eitthvað fyrir því, en þetta ekki, sko, þarna bara ekki búið að finna, svona sustainable lausn, sko. Það bara úrlausnarefni sem að verður að taka föstum tökum. Þannig að þá þetta svolítið biðlist inn og halda aldrinu lágum í þessum skimunum. Það eitthvað fleira svona sem þið teljið aðkallandi hjá Krafti að varðandi ungt fólk með krabbamein sem að þarf að bæta eða horfa sterkara til, eða þetta tvö stóru atriðin? Nú ertu sko að skrifa upp á opinn tékka, Vilhjálmur. Já, það svo sannarlega margt sem að þarf að skoða þarna og kannski, þú veist, í ljósi þess að 1 af hverjum 3 Íslendingum fær krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni og ef við gerum ráð fyrir eins og Halla benti einhvern tímann á í spjalli sem ég átti við hana að þá eru hinir 2 aðstandendur, að þá þetta bara þetta málaflokkur sem að við þurfum að fara heildrænt að skoða miklu betur. Og líka að skoða það í samhengi við, þú veist, forvarnir, getum við gert eitthvað til þess að koma í veg fyrir þetta og þannig að það svo sannarlega að þetta það margt þarna sem að... Forvarnir alltaf í fyrsta sæti. Halla, þú viltu koma inn á ristilkrabbameinuna, við skulum gera það. Já, ég ætla nú að bæta við þetta frá Elínu með forvarnirnar, sko, að með lífstíl þá getum við komið í veg fyrir 4 af hverjum 10 krabbameinum. Það svakalega mikið, sko. Það bara risa stórt verkefni. Það sem að allir þurfa að leggjast á eitt, en það hægt að ná árangri. Og ég hef nú gjarnan sagt að á margan hátt held ég að við getum talið okkur heimsmeistara í, sko, krabbameinsforvörnum Íslendinga, því að við náðum að draga svo rosalega mikið úr reykingum. Og þar var svo sannarlega samstillt átak og engin spurning að stjórnvaldsaðgerðir að hækka verð á tóbaki, að banna sölu þess til barna og unglinga, að hafa það ekki sýnilegt í búðum og svo framvegis. Þetta bara skipti sköpum, sko. Þarna lagðist fólk á eitt. Og gerði menningarbreytingu. Algera. Svo aftur á móti náttúrulega samfélagið okkar orðið fjölbreyttara núna og þó að við séum að mæla mjög lágar reykingar í dag, þá ég ekki viss að það endurspegli allt samfélagið, því að það ekki allir í samfélaginu sem að svara könnunum reykingavenjur, það alveg á hreinu, fólk sem til dæmis af erlendum uppruna, það ekki að svara þeim örugglega í sama mæli og Íslendingar. Eða, hvað við segja, Íslendingar sem hafa verið fæddir hér og uppaldir, alveg frá upphafi. En með ristilinn og ristilskimunina, það málefni sem að, sko, ég veit eiginlega ekki hvaða orð maður á að hafa það, sko. Það eru rétt tæplega 190 manns sem að greinast með krabbamein í ristli og endaþarma hverju ári. Bæði kallar og konur. Það annað algengasta krabbameini hjá körlum, 3. algengasta hjá konum og það deyja 68 úr þessum krabbameinum á ári. Þið vitið, það 1 til 2 einstaklingar í hverri einustu viku. Alþjóðastofnanir, þær mæla með skimunum fyrir 3 krabbameinum.
af því að það hægt að draga úr dánartíðni. Það brjóst, legháls og ristill. Öll Norðurlöndin eru byrjuð að skima fyrir krabbamein í ristli og endaþarmi, nema Íslendingar. Og hvað ástæði ekki? Já, nú verður þú að spyrja kollega þína á þingi, því að þetta, ég held að fyrsta þingsályktunartillagan, Krabbameinsfélagið gerði tilraun með ristilskimun sko fyrir líklega 30 árum síðan. Í kringu 2000, þá var fyrst þingsályktunartillaga að það ætti að taka upp þessa skimun. Það búið að vera endurtekið efni á þinginu. Velferðarráðuneytið og Krabbameinsfélagið fóru í verkefni sem kostaði yfir 40 milljónir til að undirbúa ristilskimun, kaupa tæki á Landspítalanum, vinna leiðbeiningar og fleira árið 2016. Við buðumst til að pröfukeyra verkefnið í ársbyrjun 2018. Það var ekki vilji fyrir því, heldur átti að ganga frá bara einhverjum allsherjar samningum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig ég á að lýsa því. Núna komið 2021 og það sem kom fram í tilkynningu ráðuneytisins skimanirnar daginn var að það þyrfti að fara að undirbúa og koma ristilskimun inn á 5 ára fjármálaáætlun. Og þetta bara gengur ekki, sko. Ef ég man rétt, sko, að það bara fljótlega eftir ég kom á Alþingi var ég með Jóni Gunnarsssyni, samflokksmönnum mínum á þingsályktunartillögu ristilkrabbamein sem ég held að hafi verið samþykkt, sko. Já, ég meina það enginn á móti þessu. Nei, en þetta bara gerist. Það eru allir með þessu og ég bara skil ekki af hverju það ekki bara drifið í þessu. Þarna þarf bara ekki meira að undirbúa. Þarna þarf bara að setja í gang. Þarna verið að kasta krónunni fyrir vinna. Herðu, þetta búið að vera glæsilegt og mjög fróðlegt í stórum málaflokki og við gætum haldið hér lengi áfram og ég heyri hvað þið segið að skimanirnar eru mikilvægar og það kemur ekkert í staðinn fyrir þær. Við þurfum að halda aldrinum, forvörnina þarf að stórauka alveg augljóslega og biðlistarnir fyrir þegar grunur að það þarf að stytta þá. Þetta eru svona stóru verkefni sem við þurfum öll að sameinast En hvað viljið þið segja þá að lokum þennan mikilvæga málaflokk til samfélagsins? Sko, það sem eitt sem það í rauninni þarf líka að beina svolítið athyglinni að og það kannski að ná skimunartíðninni upp þannig að það að halda áfram eins og Krabbameinsfélagið hefur verið að gera, en það rosalega mikilvægt að halda því áfram að ná konum inn í skimanir. Já, þú ert að tala þáttökuna, Elín. Þáttökuna, já. Já. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að konur mæti í skimun og að það sé, athygli á því hvernig getum við fengið konur til þess að mæta. Það er náttúrulega alveg klárlega til bóta að þeir séu gjaldfrjálsar leghálskrabbameinsskimanirnar eða svona nokkuð nálægt því að vera gjaldfrjálsar. En það er ennþá verri mæting í brjóstaskimanirnar og það er líka eitthvað sem verður að finna leið til þess að fá konur til þess að koma. Og það reglubundin ástæðan. Hver ástæðan fyrir þessum muni? Hvað segirðu að? Hver ástæðan svo að sé verri mæting í brjóstaskimun heldur en leghálsskimun? Sko, og nú verð ég nú bara að viðurkenna að ég man ekki nákvæmlega þessar tölur og ég ekki með þær fyrir fram að mig, sko, en raunin að þátttaka íslenska kvenna í skimunum hefur raun og verið að fara örlítið niður bara í mjög langan tíma. Við náðum að snúa því við með miklu átaki sem hófst 2018 og það var mjög mikil aukning í komum milli áranna 2018 og 2019. Ef að við tökum þær lokanir sem að COVID hefur valdið, þá hélst sú þáttaka áfram á árinu 2020. Og þetta er náttúrulega bara lykilatriði í sambandi við skimanirnar eins og Elín að segja. Þannig að þarna má ekki láta deigan síga. Krabbameinsfélagið var með tilraunaverkefni bæði núna á þessu ári og síðasta ári þar sem við buðum
fyrstu árgöngunum sem voru að koma í skimun hana sér að kostnaðarlausu og það hafði heilmikil áhrif. Og þannig erum við að tala hlut sem skiptir verulegu máli varðandi það að það sé jafn aðgangur að heilbrigðisþjónustu að fólk þurfi ekki að borga. Og þess vegna þetta mjög brýnt núna þegar það er búið að gera leghálsskimanirnar gjaldfrjálsar, nánast, það kostar 500 krónur, að brjóstin fylgi með. Já. Það á bara að vera sjálfsagður hlutur. Það eru bara Íslendingar og Norðmenn, af því að þeir eiga svo lítið af peningum, sem að rukka fyrir skimanir. Annars það því. En þetta að einstaklingum greinist með krabbamein kostar náttúrulega samfélagið, þannig að það þarf að hugsa þetta frá báðum endum, sko. Algjörlega. Já, og krabbameinsmeðferðir eru náttúrulega mjög dýrar meðferðir, en ég er með tölurnar frá 2019 og í skimun fyrir leghálskrabbameini þar er þáttakan 67% í heildina, en ætli hún sé ekki í kringum 60% fyrir brjóstakrabbamein. En vonandi mun þessi miklu umræða sem hefur farið af stað núna og við getum ekki kannski endaðan að þáttins að nefna mitt á undirskriftasöfnunina. Hún er komið hátt í 40.000 manns. Þannig að það hefur orðið mikil vakning og þetta snerti greinilega hjörtu fólks. Þannig að þarna er alveg mikið tækifæri að ná til fólks og tala hversu dauðans alvara þessi málaflokkur er. Þannig að ég held að það sé nú mikilvægt. Og talandi undirskriftasöfnunina og þessa umræðu sem fara úr stað núna, hver teljið þið vera næstu skref og hverju kallið þið eftir núna? Því að nú er bara búið að fresta þessari ákvörðun, sko. Þannig að nú hlýtur að þurfa að fara fram eitthvað samtal og vinna það hvenær verið gefið út að það verið ekki styttur tíminn eða hvað það er, sko. Já, ég held í sjálfu sér að það sé bara mjög mikilvægt að það fari í gang, sko, upplýst umræða, að það, sko, Ég held að við höfum bara svolítið gott að því að læra aðeins betur skimun, hvað hún er, hvaða árangur er af henni. Við verðum líka að vera meðvituð það, það sem Elín nefndi með þáttökuna, það að fólk taki reglubundið þátt í skimunum er lykilatriði. Skimun er ekki eitthvað sem ég mæti bara í núna á þessu ári og svo ekkert aftur fyrir en eftir 12 ár. Ég verð að taka þátt í prógramminu. Þetta þurfum við allt saman að ræða. Við þurfum líka að vera opin fyrir því að ræða breytingar á aldri. Veist, það er ekkert að því. Við eigum alveg að þola það. En við verðum líka átt okkur á því að það eru rosalega miklir hagsmunir í húfi. Við erum alltaf að tala líf. Við erum alltaf að tala heilu fjölskyldurnar að baki hverjum og einum. Við erum ekki bara að tala tölur og blaði. Nei. Algjörlega, og þessar upplýsingar og þetta samtal, það þarf að eiga sér stað á mannamáli, þannig að fólk skilji hvað það verið að tala um. Ekki, það þarf að útskýra þetta fyrir fólki og það þarf líka að tala siðferðislegu álitamálin í þessu. Af því þetta er líka, þetta er læknisfræðilegt að sjálfsögðu, en þetta er líka siðferðislegt álitamál hvort á að skima ungar konur eða ekki, af því að þarna eru alvarlegar afleiðingar og fyrir einhverjar konur geta þeir verið mjög alvarlegar og þannig að þær hafa það ekki af og það er eitthvað sem þarf líka að ræða. Það þarf að setja það í samhengi við þessar breytingar. Og svo náttúrulega þurfum við verða að nefna það líka að ég meina krabbamein bara yfir höfuð eru verða stærri og stærri þáttur í lífi eða í samfélaginu bara eftir því sem að þjóðin eldist. Og til þess að halda þeim góða árangri sem að Íslendingar hafa varðandi krabbamein og auðvitað helst að bæta, að þá verðum við að vinna bara rosalega skipulega. Og við þurfum að hugsa þetta frá öllum endum og köntum, ekki bara alltaf að vera bregðast við. Heilbrigðisráðherra samþykkti krabbameinsáætlun líklega á síðasta ári sem var búin að vera ofan í skúffu í nokkur ár. Við verðum að taka hana upp, við verðum að nota hana, við verðum að setja okkur mælanleg markmið í þeirri áætlun og það verður að setja fjármagn til þess að þessi hægt að ná þessum markmiðum. Það þýðir ekki bara að vera með rosa fína skýrslu.
Þannig náum við ennþá betri árangri og við sjáum hvergi betri dæmi þess heldur en í Danmörku. Þar hefur verið unnið alveg gríðarlega skipulega að úrbótum. Þar var allt í vanda. Þeir voru með slakastan árangur Norðurlandaþjóðanna í mjög mörgu tilliti, tóku sig á, eru núna á 4. eða 5. áætlun, þar sem hafi verið mjög skýr markmið, afmörkuð markmið í hverri áætlun og sko eru rísandi stjörnur. Já, ég vona að okkur tekist þetta sem þú nefndir, Elín, að ræða þetta hér í dag á mannamáli, þannig að við náðum að upplýsa og þetta er bara umræði sem þurfum að fylgja og mér fannst líka góður punktur hjá okkur báðum að við þurfum að treysta konum og treysta fólki almennt, af því að treysta skila sér í ábyrgð. Þannig að það má ekki vera þannig einhver haldi einhver annar sjá allt fyrir mann, það endar ekki vel. Þannig að ég þakka ykkur alveg kærlega fyrir þetta, hvet áhorfendur til þess að deila þættinum áfram og læka við Facebook síðuna mína til þess að fá frekar upplýsingar svona mikilvæg málefni eins og hér og dreifa það og þakka svo Andra Stein Hilmarssyni, tæknistjóranum hér í dag fyrir aðstoðina. Þannig að bara kærar þakkir og hafa það gott. Takk sömuleiðis.